Það alltaf jákvætt þegar einstaklingar taka sig til og byggja sín eigin hús og setja þannig mark sitt á samfélagið. Það merkjum framsýni, trú og ást á staðnum sem maður velur. Með því að byggja grunn á lóð og reisa síðan á honum hús ákveðnum rótum skotið á staðnum. Og ákvörðunin því ekki bara stór fjárhagslega, heldur líka tilfinningarlega. Því hún felur í sér að hér viljum að búa næstu árin. Cecilia Hlín Jónasardóttir, rekstrarstjóri Herðu Breiðar og Herðu Bíó, nú að byggja sér hús á Seyðisfirði. En það komið þó nokkuð mörg ár síðan að þar sást byggingagrunnar síðast. Ég held að við vinkonur, Margrét Guðjónsdóttir sem á þetta fallega hús við hliðina á, sem nýbúin að byggja líka. Við heldum séum fyrstar í 15 eða 20 ár að byggja hús á Seyðisfirði, þannig að þetta mjög spennandi og gaman að sé að bætast við hús á Seyðisfirði. Það bara strax eftir helgi þegar við taka þetta viðtal sem að þið koma og byrja að reisa? Já, nákvæmlega. Og ég held að þetta smiðurinn minn sem að fara að reisa húsi fyrir mig, hann mögulega sem að byggði hús seinast á Seyðisfirði fyrir cirka 15 til 20 árum síðan held ég. Þannig að mjög skemmtilegt. Hvað áætlað þetta ekki langan tíma? Það held að þessi 2 til 3 vikur til að verði fókalt og síðan þarf ég að dunda mér inn í húsinu bara einhverjum mánuði eftir það. Ætli þetta verið svona eins og flesta framkvæmdir að það ekki aðeins lengri tíma og kosta aðeins meira? Já, alveg pottþétt sko. Þetta alveg, grunnurinn tók aðeins lengri tíma og kosta aðeins meira heldur en ég best við. En þú veist, ég með besta útsýn á Seyðisfirði þannig að ég sé ekki eftir neinu. Þetta nú mikil ákvörðun að taka að byggja sitt eigið hús? Já, það það sko. En ég held ég sé bara þessi típa sem að ef mér dettur eitthvað hug þá ger ég það bara. Þannig að þetta var ekkert mjög erfið ákvörðun sko. Þetta getur líka verið þegar einhver tekur skrefið að þá fara fleiri á stað. Já. Fyrstu skrefin, mögulega getum við fyrir að sjá fleiri. Já, vonandi. Það bara draumurinn. Þú veist, ég held að það sé bara það sem vantar líka á Seyðisfjörð. Það vantar fleiri hús. En það mikið af ungum fjölskyldum sem langar að koma að flytja á Seyðisfjörð og ekki nóg af húsnæði. Þannig að vonandi verður þetta til þess. Ekki aukinn tækifæri einmitt á landsbyggðunum og einmitt í smærri byggðakjörnum til þess að byggja sín eigin hús þegar við erum að horfa á dýrar húsnæði á þéttbýlisstöðum? Algjörlega. Og bara þú veist, þetta hús þegar það fullbyggt verður örugglega ódýrara heldur en íbúð í Reykjavík sko. Lítil íbúð í miðbænum í Reykjavík sko. Þannig að ég bara eins og segi hvet fólk til þess að pæli því að koma út á land og byggja sitt hús og stofna sitt líf. Svo færðu útsýnið alveg með því? Já, nákvæmlega. Og þetta eigið hús sem að gegja. Þannig að það verður nóg að gera hjá þér í þessu næstu dagana? Já, þetta bara næstu mánuður hjá mér. Farið þetta. Við ætlum að koma aftur þegar þetta verður klárt, þannig að það smá pressa. Já, algjörlega. Ég tek þessari áskorun. Við sjáumst þá.